Víkur nú sögunni að Sturlu Sighvatssyni, þessum ættarlaug og bróðursyni Snorra. Hann núna sestur að vestur á Sauðafelli í Dölum. Hann giftur þessari konu, Sólveigu Sæmundardóttur, sem að Snorri hafði greinilega verið mjög hrifinn af. Hann nú tekinn að gerast áhrifamikill valdsmaður á Vesturlandi, ekki síst í krafti þess að faðir hans, Sighvatur, sem hafði tekið við ættargoðorði Sturlunganna og þeirra bræðra þriggja, Snorrungagoðorði vestur í Dölum, að hann búinn að setja þennan uppáhald son sinn yfir það goðorð. Það fannst Snorra kannski eðlilega orka tvímælis, því að þeir bræður í rauninni fengu þetta goðorð í arf eftir föður sinn, Hvamm Sturlu, og honum fannst greinilega framhjá sig gengið að bróðir sinn skyldi láta son sinn fá þetta. Og hefjast nú miklar deilur í rauninni milli þeirra náfrænda, Snorra, sem ræður ríkjum á sunnanverðu Vesturlandi, og svo Sturlu, sem nú orðinn áhrifamestur Breiðafjörð, en á Vestfjörðum var á þeim tíma einnig áhrifamestur Þorvaldur nokkur Vatnsfirðingur. Þessar deilur náfrændanna, Sturlu og Snorra, virðast ætla að verða stefna í að geta farið út í vopnuð átök á köflum, og það í rauninni nokkur hætta í loftinu, en hins vegar þá fer það jafnan svo þegar þeir hittast að þá náðir einhverjum sáttum í eitt skiptið. Þegar á þessum deilum stendur, þá kemur Sturla Sighvatsson í Reykholt til þess að gera út málin með Snorra frænda sínum, en þeir kveðjast full sáttir, og mín tilfinning svo að það sem hafi brætt hjarta Sturlu hafi verið það að Snorri hafi lesið upp úr þeim bókum sem var verið að setja saman og skrifa í Reykholt á þeim tíma, því að sagan segir að þegar Sturla kvaddi hafi hann haft mikinn hug af því að láta gera endurrit fyrir sjálfan sig af þessu miklu og breiðu bókum sem að Snorri frændi hans var að skrifa þá í Reykholti ásamt sínum aðstoðarmönnum og riturum.